Ráðherraskipti urðu í ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur í dag þegar Guðmundur Ingi Kristinsson tók við mennta- og barnamálaráðuneytinu. En ég vil segja það að því miður vildi ég það væri við betri aðstæður. Á 400 voru handtekin í mótmælum í Tyrklandi í gær. Mótmælin eru til stuðnings borgarstjóra Istanbúl sem var í dag sviptur embætti og færður í fangelsi. Íbúar og almannavarnir þurfa að mati Veðurstofunnar að vera undirbúin fyrir frekari gosvirkni innan eldstöðvakerfis Svartsengis á næstunni og líka annars staðar á Reykjanesskaga á næstu árum. Dans og loftfimleikar hjálpa úkraínskum flóttamönnum að takast á við erfiðar tilfinningar. Þetta segir úkraínsk kona sem er að útskrifast af sviðshöfundabraut Listaháskólans fyrst landa sinna. Erfitt sé að fylgjast með ástandinu heima. Gott kvöld. Guðmundur Ingi Kristinsson er nýr mennta- og barnamálaráðherra. Hann tók við á ríkisráðsfundi á Bessastöðum í dag. Alveg absolutt, Guðmundur Ingi verður nýr barna- og menntamálaráðherra. Var þetta erfitt val? Nei, það var það ekki. Var einhugur þetta innan stjórn flokksins? Já, algjör einhugur. Sérðu ekki að hafa sagt það þér? Viltu tjá þig eitthvað, Ásthildur? Svarið því er nei. Fyrir ríkisráðsfundurinn var ekki langur enda svo sem ekki búist við því en á honum loknum fór fráfarandi mennta- og barnamálaráðherra ekki út aðaldyrnar á Bessastöðum eins og venjan er, heldur bakdyramegin. Rétt rúmlega 3 mánuðum eftir að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tók við völdum verður breyting á ráðherrahópnum. Ásthildur Lóa lætur af embætti og Guðmundur Ingi Kristinsson tekur við. Hann er varaformaður og þingflokksformaður Flokks fólksins og hefur setið á þingi fyrir flokkinn frá árinu 2017. Guðmundur Ingi, hvernig leggst það í þig að taka við ráðherradómi? Bara vel. En ég vil segja það að því miður vildi ég það væri við betri aðstæður. Er erfitt að taka við ráðuneytinu af Ásthildi? Já, það er við þessar aðstæður er það mjög. Ég vil bara senda kveðju til hennar og kærleikskveðju til hennar og fylgir hennar og það er bara því miður þá er leitt að þetta skuli berast svona. En eins og ég segi, hún er búin að vera með mörg góð málefni í gangi og ég mun taka við þeim og reyna að koma þeim áfram og líka öllum þeim góðu málefni þessi ríkisstjórn er að berast fyrir. Eva H. Önnudóttir, stjórnmálafræðingur, velkomin. Hvernig finnst þér að hafa spilast úr þessu og var nauðsynlegt fyrir Ásthildi Lóu að segja af sér? Mér finnst það að spilast nokkuð vel úr þessu þó þessi kannski ekki við endilega taka þannig til orða en ég held að það hafi alveg verið rétta í stöðuna af Ásthildi að segja af sér bara til þess að skapa frið störf ríkisstjórnarinnar og þannig að þetta er bara staðan í dag, já. En af hverju heldur hún hafi ákveðið að segja af sér þarna áður en að fyrsta frétt af málinu birtist? Heldur hún hafi verið beitt þrýstingi? Það er eiginlega ómögulegt að segja, sko. Það er eiginlega hún og Kristrún og forystufólk ríkisstjórnarinnar sem þarf að svara því. En maður getur alveg stillt upp þannig að það gæti hafi bæði verið þrýstingur frá ríkisstjórninni eða frá Kristrúnu og forystufólki í ríkisstjórninni og Ingu mögulega en það getur náttúrulega líka verið þrýstingur á öðrum vettvangi sem er bara kannski innan úr fjölskyldunni þar að segja ef maður setur sig í þessi spor að Ásthildur vildi kannski líka verja fjölskylduna sína fyrir þessari fjölmiðla umfjöllun sem að hefði kannski haldið áfram þetta tiltekna fjölskyldumál ef hún hefði ekki stigið til hliðar þannig að máli haldaði fram að þetta skapi bæði frið störf ríkisstjórnarinnar og líka frið hennar fjölskyldumál og það sé allavega ekki á opinberu vettvangi sú umræða. Ég ætla að biðja að hinkra aðeins við því að við ætlum að heyra viðbrögð annarra ráðherra á Bessastöðum í dag. Eyjólfur, hver er þín viðbrögð, hver er þín skoðun á afsögn Ásthildar? Ég er bara mjög sorglegt alls saman. Ég hef ekkert máli að segja annars, bara mjög hryggilegt. Var þetta rétt ákvörðun? Ég ætla ekki að tjá mig það. Það er gott. Ég lít svo að þessi máli sé lokið. Hún er að axla sína ábyrgð og það eru þetta blendnar tilfinningar en áfram gakk. Maður verður dálítið dapur á köflum þegar maður er að kveðja góðan félaga og góðan liðsmann ríkisstjórnarinnar eðlilega en
Við erum bjartsýn og brosandi, við erum að fá mjög traustan og yndislegan mann í staðinn sem að mun halda áfram að vinna þau góðu verk sem að Ásthildur Lóa var búin að hrinda á stað. Og auðvitað tekur það á að kveðja góðan kollega, en það bara góð tilfinningan í ríkisstjórninni. Nú erum við bara fókusur á eins og alltaf að láta verkin tala og það fer öll orka í það núna næstu dögum. Þetta erfitt mál og persónulegt mál sem kom upp en þetta hefur ekki áhrif á áframhaldandi starf ríkisstjórnarinnar. En hefur þetta mál reynt á samstarf þessara þriggja flokka? Þetta mál enn eitt máli sem þjappar okkur enn betur saman og ég held við höfum aldrei staðið þetta saman en akkúrat í dag. Nú strax eftir ríkisráðsfundinn þá hélt Guðmundur Ingi í menntamálaráðuneytið þar sem hann tók við lyklunum af ráðuneytisstjóranum. Það afhenda þetta lyklakort á ráðuneytinu og óska þér innilega góðs gengis, hlakka til að starfa með þér og við öll í ráðuneytinu. Nú hefur ekki haft langan tíma til að búa þið undir þetta verkefni, þetta ber brátt að. Nei, en ég hef sem betur verið 4 ára reynslu í þingi og velferðarmál hafa alltaf brunnið og verið mitt aðal baráttumál og sérstaklega barna, þannig að ég held ég sé á góðum stað. Sérðu fyrir núna svona á þessari fyrstu stundu eitthvað hvar fókusin verður, hvað barnamálin verður? Það nóg að taka, það börn með fjölþætta vanda og það ýmislegt sem þarf að taka á. Eva, hver staða ríkisstjórnarinnar eftir þessi ráðherraskipti og hefur þetta mál skaðað ríkisstjórnina að þínu mati? Ég held að þetta eina mál hafi ekki skaðað ríkisstjórnina og mér finnst ríkisstjórnin eða forsætisráðuneytið hafa svarað ágætlega fyrir þessi samskipti við sendandann sem að vakti athygli á málinu. Sú tímalína var birt í dag og það, þau bara leggja það á borði, svona voru samskiptin, þannig að það hérna mjög til fyrirmyndar, finnst mér. Og ég held að þetta tiltekna mál mun ekki skaða samstarfið, þau eru náttúrulega svolítið svona að slípa sig saman og og svona þessar uppákomur sem hafa verið þá, hvað var það til dæmis ráðherra Flokks fólksins, þetta og það sem Ásthildur og sagði dómsmálin og þegar Inga hringdi í skólastjórann, það má setja þetta niður á svona reynsluleysi og þau eftir að slípast til og og maður sér svo sem heilmikla breytingu nú þegar. En þessir 3 mánuðir sem eru liðnir, þá hafa ráðherrar og þingmenn Flokks fólksins ítrekað verið í fréttum fyrir annað en pólitík. Hvað lest í það? Þetta merki reynsluleysi? Ég held að þetta sé fyrst og fremst reynsluleysi og þau þurfa að læra hratt núna og hafa svo sem gert það. Ég sé merki alveg ákveðna breytingar til dæmis á Ingu Sæland, hvernig hún kemur fram í fjölmiðlum og þannig að já, ég held að sé fyrst og fremst reynsluleysi að gæta orða sinna, vera meðvituð að þau eru í ráðherraembætti þannig að það er ekki hægt að segja og gera hvað sem er og þannig að við bara fylgjum spennt með þeim áfram og vonum að fyrir þeirra hönd að þetta fara allt vel. Takk fyrir það, Eva. Forsætisráðuneyti segir að Ólöfu Björnsdóttur sem óskaði fundar með forsætisráðherra vegna Ásthildar Lóu Þórsdóttur hafi aldrei verið heitið trúnaði, öfugt við það sem hún sjálf segir. Ráðuneytið birti tímalínu og tölvupóstsamskiptin í dag. Ráðuneytið segir að þjónustumiðstöð stjórnarráðsins hafi svarað símtali Ólafar. Þar hafi hvorki verið rædd efnisatriði né trúnaði heitið, enda sé slíkt ekki hægt lögum samkvæmt. En nánar má lesa þetta á vefnum okkar ruf.is. Drónaárásir Rússa á borgir og bæi í Úkraínu héldu áfram síðustu nótt. 5 ára gömul stúlka meðal þeirra sem fórust í slíkri árás í Kív, höfuðborg landsins. Árásir Rússa á borgaraleg skotmörk hafa verið fordæmdar á alþjóðavettvangi og flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna segir að 2,5 milljón heimila í Úkraínu hafi verið eyðilögð eða skemmst síðan allsherjar innrás Rússa hófst. Það 6 vikur síðan að rússnesk eldflaug skall niður hérna í íbúðahverfi í bænum Poltava, austan við Kiev. Á annan tug létust, ennþá fleiri særðust og fyrir þá sem að eftirlifðu og ennþá búa í þessu húsi hérna fyrir aftan mig eru afleiðingarnar langvarandi. They killed 15 people who just sleep and waiting for their weekend, plan their life, and they killed 4 full families with children. Unfortunately, it happened on Saturday that
it was weekend. People just slept. Fjölmennlið dreif að íbúðablokkinni eftir að árásin var gerð rétt fyrir klukkan 8 að morgni laugardaginn 1. febrúar. Það tók langan tíma að bjarga þeim sem komust af. Þetta eru ljósmyndir sem Tetiana tók á vettvangi. Síðan þessi mannskæða árás var gerð þar síðustu mánaðamót búið að hreinsa til og lagfæra það sem hægt að laga fyrir fólkið sem enn býr í þessu húsi. En óttinn alltaf til staðar. Мій син боїться сам спати, він боїться сам знаходитись десь в помешканні. Відремонтувати дитячі майданчики, щоб тут знову були діти. І він знає, що є діти, яких він більше ніколи не побачить. Конечно, это все. Когда ночью даже шахеды летают, все, то просыпаешься от этого, то плюс нету жилья, неизвестно, что будет дальше даже. Borgaryfirvöld í Poltava og samtök á borð við flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna hafa aðstoðað íbúana. Núna beðið eftir úttekt á því hvort öruggt sé að endurbyggja húsið. En öryggi eins og við þekkjum það hins vegar af skornum skammti í Poltava og annars staðar í Úkraínu. I think that your people should know that we never know what is in Russians' minds, really. We never know what could happen with us tomorrow. Gosskeiðið sem stendur yfir á Reykjanesskaga getur staðið í aldir og færst á milli eldstöðvakerfa en búist við eldgosi á Sundhnúksskíðaröðinni. Ef gýs í 8. sinn þá eftir að sjá hvort kvikusöfnun heldur áfram í Svartsengi að því loknu með tilheyrandi landrisi. Það fer eftir því hve mikið að kviku kemur upp í 8. gosinu og hversu hratt kvika flæðir úr iðrum jarðar í kvikuhólfið undir Svartsengi. Kvikusöfnun var mjög hröð fyrir fyrstu gosin en mun hægari fyrir síðustu. Þegar kvikusöfnun orðin svona hæg telja sérfræðingar Veðurstofunnar að margir mánuðir eða jafnvel ár geti liðið áður en nægilega mikið að kviku hefur safnast til að koma að stað nýju eldgosi, þar að segja því 9. á Sundhnúksskíðaröðinni. Og þá verður líka erfiðara að áætla tímasetningu næsta goss með meira en nokkurra mánaða nákvæmni eða hvort það gjósi yfir höfuð. Nýjasta dæmið á undan eldunum á Reykjanesskaga voru Kröflueldar sem stóðu frá 1975 til 1984. Þá gaus 9 sinnum og undir lokin varð kvikuinnstreymi í Kröfluöskjuna sífellt hægara. Þensla stöðvaðist í 3 ár á eftir síðasta gossið en hófst svo aftur og stóð í 2 ár og lauk 1990 án þess að gisa á ný. Kristín Jónsdóttir, þið vísindamenn eruð að horfa til framtíðar á Reykjanesskaga. Búistu við að gosið sem kemur næst kom upp á sama stað og síðast eða hvað? Já, við búistum því og eins og var farið yfir þá virðist allt vera tilbúið fyrir næsta gos. Við sjáum öll merki þess og á þessu grafi þá sjáum við kannski sérstaklega frá 4. eldgosinu. Þetta svona síðasta ár og það sem hefur verið að gerast að það lengist alltaf tíminn á milli gosa og það í rauninni samfara því að það dregur úr þessu kvikuinnflæði, þannig að það svo sé verið að blása hægar í þessa blöðru. Og auðvitað eðli málsins samkvæmt að þegar verið að blása svona hægt að þá náttúrulega meiri óvissa hvenær akkurat gosið verður. En það sem við sjáum að við erum komið með rúmmál og jafnvel meira rúmmál en við höfum séð áður sem að í rauninni setjum meiri pressu á alla viðbragðsaðila vegna þess að við gætum fengið sterkara gos. En hvað tekur svo við? Hvað haldið þetta standi lengi? Erum við að tala einhverjar aldir og mun þetta jafnvel færast svo á milli eldstöðvakerfa á Reykjanesskaga? Já, ég held að við verðum að búast til því að það sé eitthvað sem muni gerast, eins og þetta bara tímalengdin í þessu mjög óviss og við munum örugglega horfa upp á gos, fleiri gos á okkar ævi en líka goshlé. Og svo það auðvitað þetta að við vitum að þegar Reykjanesskaginn fer í gang að þá gerir hann þetta, það svona stekkur á milli kerfa. Nú erum við búin að sjá eldgos á 2 kerfum og það ekkert ósennilegt að við sjáum fleiri kerfi vakna en bara akkurat hvenar, það stóra spurningin. En þú nefnir þarna það má búast til kröftugu gosi þegar það kemur og það kannski verður kröftugast svona í byrjun. Já. Og hvað þurfa þá íbúar og almannavarnir að hafa í huga núna?
Já, við þurfum auðvitað bara öll að vita af þessu og náttúrulega sérstaklega að fólk hérna á svæðinu og viðbragðsaðilar á svæðinu. Þetta setur náttúrulega pressu á það fólk að fylgjast mjög vel með og auðvitað ef það verður sterkara gos, kröftugara gos í upphafi, þá erum við að tala um lengri gossprungu og það alltaf þetta hraða kvikuflæði í upphafi, þannig að það þarf að bregðast mjög hratt við. Takk fyrir þetta, Kristín. Takk. Ekrem İmamoğlu hefur verið sviptur embætti borgarstjóra í Istanbúl og færður í fangelsi í Tyrklandi. Stuðningsmenn hans segja handtökuna pólitíska aðför. İmamoğlu var handtekinn á miðvikudag sakaður spillingu. Í gær var gæsluvarðhald yfir honum framlengt og í dag var hann færður í fangelsi. Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır ama bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır. CHP, flokkur İmamoğlu, hélt í dag atkvæðagreiðslu að staðfesta hann sem frambjóðanda flokksins í forsetakosningunum 2028. Hún var öllum opin, ekki aðeins flokksfólki. Hepimizin haklarından bu kadar kolayca gasp edilmesini kabul etmiyoruz. Sonuna kadar savaşacağız. İmamoğlu bize emanet ve yanındayız. Hak ve hukuktan yana olacak. İşçiden, emekliden yana olacak. İnsanlıktan yana olacak. Yapacak başka bir şey yok. Bu kadar benim konuşuyorum. İmamoğlu ákærður fyrir spillingu, en hann var ekki ákærður fyrir stuðning við hryðjuverkasamtök, líkt og hann hafði verið sakaður Hann talinn eiga raunhæfan möguleika á að skáka forseta Tyrklands. Það var mikill sigur þegar CHP hafði betur gegn AKP, flokki Erdogans, í Istanbúl og fleiri borgum í kosningunum 2019. Mótmæli gegn handtöku İmamoğlu halda áfram í kvöld, 5. kvöldið í röð. Á 400 voru handtekin í tengslum við mótmælin í gær. 19 ára piltur lést af sárum sínum á spítala í Serbíu 4 mánuðum eftir að hann lenti í slysi þar sem þak á lestarstöð hrundi. Pilturinn 16. dauðsfallið tengt slysinu. Serbnesk kona sem býr hér á landi segir mótmæli síðustu mánaða beinast gegn spillingu síðustu ára og slysið hafi verið kornið sem fyllti mælinn. Ég myndi segja að það hefur verið vaxandi óánægja í mörg ár við stjórnvöld í Serbíu og það hvernig landið þróast og kerfin þar þróast, þannig að kannski byrjar þetta svona 2018-19 svona einhver svona óánægju alda. 13 ára strákur drap 10 manns í skotárás í skóla vorið 2023 og næsta dag drap ungur maður 8 manns. Mótmæli brutust út gegn ofbeldismenningu, spillingu og fleiru og boðað var til þingkosninga. Fólk var að vonast eftir eitthvað breytingu en ekki mikið breytist. Þannig að allt árið 2024 finnst mér hafa verið einhver mótmæli. Fyrst gegn kosningum, niðurstöðum kosninga og hvernig þetta allt þróaðist, tók langan tíma að þingið fari í gang. Í sumar var áformum stjórnvalda mótmælt að leyfa Rio Tinto að koma sér upp líþíumnámum í Jatardalnum, matarkistu landsins. Evrópusambandið, sérstaklega Þýskaland, ásælist mikið lítium frá Serbíu, að þetta mun sjá rosalega mikið af þörfum Evrópusambandsins á því efni, en af því að það svo mikið vantraust á stjórnvöld í Serbíu meðal almennings, umhverfisáhrifin og allt þetta, þá fólk mjög efins að þetta yrði gert rétt. Aukinn þungi færðist í mótmælin og tortryggni í garð stjórnvalda náði 9 hæðum í nóvember þegar steinsteypt skyggni við inngang lestastöðvar í borginni Novi Sad hrundi með þeim afleiðingum að 16 létust. Lestastöðin hafði nýlega verið endurbyggð. Stúdentar hafa staðið í stafni mótmælana en fleiri hafa bæst í hópinn. Þeir telja spillingu ástæðu þess að ekki hafi verið farið að lögum við endurbæturnar. Forsætisráðherra Serbíu, samgönguráðherra og borgarstjóri Novi Sad eru meðal þeirra sem hafa sagt af sér. Meðal krafna mótmælenda að slysið verði rannsakað í þaula og öll gögnum það gerð opinber. Þá krefjast þeir þess að óeirðaseggir sem ráðist hafa á mótmælendur verði sóttir til saka. Fjölmennustu mótmælin til þessa voru síðustu helgi þegar yfir 300.000 manns komu saman. Frans Páfi kominn í Vatíkanið eftir 5 vikna dvöl á sjúkrahúsi.
Hann sást í fyrsta sinn opinberlega í morgun síðan hann var lagður inn á spítala þann 14. febrúar. Áður en páfi var útskrifaður þá veifaði hann til fólksins af svölum Gemelli sjúkrahússins í Róm. Frans páfi 88 ára og var lagður inn vegna lungnabólgu. Tíma var líf hans talið í hættu. Læknar segja hann þurfa minnst 2 mánuði til viðbótar til að jafna sig á veikindunum. Dans hjálpar okkur að fara í gegnum tilfinningarússíbana sem fylgir stríðsátökum í heimalandinu. Þetta segir úkraínsk kona sem að útskrifast úr Listaháskóla Íslands. Alona Periplitsia fyrsti nemandinn af úkraínskum uppruna sem útskrifast á sviðshöfundabraut Listaháskóla Íslands. Hún frumsýndi útskriftarverk sitt helgina. Verk heitir Salur og fjalla sál listamanns sem dansarar og mér langar að búa til rými sem dansarar og líka loftumleika koma saman og áhorfendur upplifa líka vinnu okkar innan frá. Ekki bara sýning en hvernig við æfum, hvernig við erum að standa fyrir einhverju erfiðleikum og svoleiðis. Og þetta eins og þú segir, þetta er dans og þetta líka loftumleikar. Já, einmitt. Og það nýtt? Þetta nýtt í Listaháskólanum. Ég held við erum að fyrst hópur sem setjum loftumleika í Listaháskólanum og þetta var bara geggjað upplifun, bæði fyrir okkur að prófa að gera þetta og líka fyrir fólk að sjá. Alona kom til Íslands fyrir áratug. Það bil þegar Rússar innlimuðu Krímskagan, en í sýningunni taka þátt 4 dansarar sem flúðu stríðið núna, meðal annars systir Alonu. Þeir sagði þetta mikilvægt fyrir þeim út af hjálpa líka að fara gegnum tilfinninga rússíbanar vegna þessi ástand og dans hjálpa rosa mikið. Sjálf kom hún hingað fyrir ástina en ekki stríðið og það standi hún áfram fyrir, en það sé erfitt að fylgjast með ástandin í Úkraínu. Hún frá Kænugarði og á þar ættingja. Vistu sjá þessi ástand en vera hér mjög erfitt. Það einmitt 3 ár síðan fullt árás byrjað og ég byrjaði í skóla á sama tíma. Þetta var mjög erfitt ákvörðun. En ég vildi bara frið og með verkunum mínum ég vildi líka senda þessi skilaboð til fólks. Veistu, List, hann hjálpa okkur að vera svona frissum og tengjast meira sálinni okkar og vonandi þessi getur bjarga heiminum með listinum. Og þá að veðri, austlæg eða breytileg átt 5 til 15 metrar á sekúndu á morgun og það verður hvassast við suðvestuströndina. Það verður rigning syðst en snjókomin til landsins og hiti verður á bilinu 0 til 6 stig. Þurrt norðan og austanlands og vægt frost en snjókoma með köflum þar seinnipartinn. En við förum nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta tók á móti Kosovo í mikilvægum landsleik í dag á heimavelli sínum í Murcia á Spáni. Valskonur standa ágætlega að vígi með það að komast í úrslit EHF Evrópubikarsins í handbolta eftir fyrri leik sinn í undanúrslitum keppninnar í dag. Keppt var bikarmeistaratitla í 5 leikum, bæði í áhalda 5 leikum og hóp 5 leikum. Og norski hlauparinn Jakob Ingebrigtsen komst í fámennan hóp í dag þegar hann var heimsmeistari í 1500 metra hlaupi. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og aðru kveðjum ykkur þá ætlum við upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Stjórnmálafræðiprófessor telur ekki að mál Ásthildar Lóu hafi skaðað ríkisstjórnina. Ýmsar uppákomur sem orðið hafa vegna ráðherra og þingmanna flokksins megi skrifa á reynsluleysi. Á 400 voru handtekin í mótmælum í Tyrklandi í gær, en mótmælin eru til stuðnings borgarstjóra Istanbúl sem var í dag sviptur embætti og færður í fangelsi. Kristín Jónsdóttir segir að næsta eldgos á Sundhnúksgígaröðinni gæti orðið kröftugra en þau fyrri því svo mikil kvika hefur safnast þar fyrir. Gosskeiðið á Reykjanesskaga getur staðið mjög lengi. Og næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn ruv.is er færður allan sólarhringinn en þessum fréttatíma er lokið. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Hafa gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Fannst það eiginlega bara svolítið mikilvægt þegar maður er búinn að bæta hundi í fjölskylduna að fá allavega einhverja hugmyndir hvað maður er að gera og hvernig maður á að gera hlutina. Landinn, þáttur mannlífið í landinu.
Landinn leitar upp í skemmtilegt